Langar að spyrja aðeins út í, sko, það auðvitað, að því þú ert í þessari stöðu núna og gefa kostaðar í þetta mikilvæga embætti, að það verið að grafa upp mál úr fortíðinni og þú hefur verið spurður mikið út í afstöðina í Icesave-málunum svo kallega og reynda núna bara rétt fyrir helgi varstu í viðtali hjá MBL þar sem að þú ert á endanum spurður hvernig þú sjálfur greiddir atkvæði í þessum kosningum og þar segir að þú bara hreinlega munir það ekki. Með fullir virðingu, þú veist, heldur að fólk telji það trúverðugt í raun og veru að þú munir ekki þetta veigamikla atriði? Ég veit það ekki, en ég bara svara alltaf sannleikanum samkvæmt, sko, ég kann ekki annað. Og það virkilega svo, Baldur, að þú munir bara ekki hvernig þú greiddir atkvæði? Sko, förum aðeins yfir þetta og svo skal ég svara þeim með skýrum hætti. Sko, þegar þetta mál kemur upp og stjórnvöld fara að vinna að því, þá var ég rauninni strax frá upphafi mjög rauninni ósáttur við þessa samninga viðræður og hvernig að þeim var staðið. Til dæmis að ekki í fyrstu lotu væru þegar í stað fengnir alþjóðlega sérfræðingar til skrafs og ráðagerða sem þekktu svona alþjóðlega samninga gerð við erlenda kröfuhafa. Þetta er mjög flókið og umfangsmikið mál. Það var bara Svavar Gestsson Já, það var ekki fyrir í seinni stigum að við fórum að seinni samningin sem við sóttum alþjóðlega sérfræðinga að borðinu og svo kemur þessi fyrri samningur sem ekki nokkur eiginlega maður var sáttu við, ekki einu sinni stjórnvöld sjálf, þó þau gengumst við honum og ákváðu að skrifa undir hann og ég man það bara svo vel að mér fannst á þessum tíma að sko einstakir ráðherrar í ríkisstjórninni hvorki standa með samningunum hér heima né erlendis og ég upplifði það og kollega mínir við Háskóla Íslands að við, sérstaklega í viðskipt- og hagfræðideildinni, en líka við í stjórnmálafræðideildinni, við áttum sko að vera í fjölmiðlum, ætlast til þess að skýra út kosti og galla samningsins og fara yfir kosti hans sem og galla sem við eru beðnir og þá gerir maður það skynsamlega út frá fræðunum. Svo var það nú líka þannig að ég var sko varaþingmaður Samfylkingarinn á þessum tíma. Já. Fór nú bara nokkra daga á þing, sko, ég held að ég telja á þingunum 2 handa hvað ég satt marga daga á þingi, en var bara svona varamann að bekknum og ég upplifiði þrýsting á því að styðja við samningana, við samningana út af því, en á sama tíma og mér fannst sko einstakar ráðherrar flokksins ekki vera að gera það, því þeir ætluðu ekki að skaðast á því að fara í þessu umræðu fyrsta samningi sem í rauninni engum fannst góðum og ég held ekki einu þeim sjálfum. Síðan kemur að samningi númer sko 2 sem var skárri hann var mun skárri heldur en samningur númer 1 hann var hins vegar alls ekki sko góður það var kannski hægt að samþykkja hann sko með óbragð í munninum en ekki meira ég fór þá til dæmis yfir bæði varandi fyrri samningin og þennan seinni hvaða áhætta fólst í því að samþykkjan ekki að hafna honum í þjóðaratkvæðagreiðslu og við getum bara farið þetta þrennt bara stuttlega ég óttaðist það að það myndi draga úr erlendu fjárfestingum á Íslandi ef við stæðum ekki við alþjóðlega skuldbindingar ég nefndi það að trúverðugleiki Íslands myndi skaðast þegar stjórnvöld væri búin að gera alþjóðasamning sem væri síðan ekki virtur og númer 3, þegar þessi erlendu kröfuhafar og hvað sem okkur fannst samningin voru búin að gera samning við ríkisstjórn við Ísland, þá heldur það verið búin að loka málinu en þá steig forsetinn inn í, vísu réttilega, en hann steig inn í og það kom öllum okkar erlendu samningsaðilum mjög óvart. Þeir hefðu ekki áttuð þessi á málskotsréttinum sem var þarna virkur. Þannig að þetta skapaði allt sko verulega miklu óvissu og vekti stöðu Íslands tímabundið í alþjóðamál. Og það var raun og veru bara það sem þú sagðir. Bara fór algjörlega yfir þetta og ég bara man það svo vel í þessum seinna samningi. Ég hugsaði, samningurinn er skárri en það langaði engum að samþykkja þetta og ég var bara allan tíman í efins það hvort ég ætti að segja já sko út af þessum áhættunum sem fólst í því að samþykkja hann ekki eða skila auðu og ég velti því mikið fyrir mér allt fram á bara síðasta dag
og ég bara einfallega, í sannleika sagt, ég bara man ekki hvað ég gerði og ef ég hefði sagt eitthvað annað í viðtalinu við Spursmál á Morgunblaðinu fyrir helgi, þá hefði ég sagt ósatt. Þá hefði ég bara sagt ósatt og ég get bara ekki... Þú manst eftir að það kom til greina tvent mögulegt að það var annarkvort að sitja hjá Já, eða greiða í seinni samningum eða greiða atkvæðum eða samþykjan með stjórnarmeirihlutanum sem að þú í þjóðaratkvæðagreiðslu ég var ekkert í þinginu, kom ekki nála störfunum og þingi, kom ekki nála til þessu samningi ég var bara algjörðu aukaleikari þarna skilur ég kom ekkert að því en það var bara algjörlega, það var að samþykja seinni samningin eða skila auðu og allt fram á síðasta dag var ég að velta þessu fyrir mér og ég bara einfallega bara man ekki hvað ég gerði og ég kannski bara einfallega og heiðarlegur fyrir þessa kosningabaróttu því ef ég hefði sagt eitthvað annað hefði ég bara ekki sagt satt og mér finnst bara heiðarlegast að bara koma alltaf bara hreint fram. En þá ef að þú hefðir setið í embætti forseta Íslands á Bessastöðum á þessum tíma þegar að þetta á sér stað þá hefur þú litið á þessa sömu hagsmuni eða þessa möguleika sem að eru til þess að þetta myndi skerða trúveruleika Íslands á erlendu grundu og samningsaðalar upplýðu sér svikna og erlend fjárfesting geti ekki treyst sér til að koma til landsins og svona. Meina þá, ef þú hefðir setið í þessu embætti þá, hefur þá væntanlega ekki farið sömu leið og Ólafur Ragnar. Þú hefur hugsað bara, ég get ekki verið að skerast inn í leikinn hérna, við verðum að passa upp á trúveruleika Íslands. En það annað sem kemur inn og þegar, það er allt annað að benda á svona hlutin sem fræðimaður eða taka ákvörðun það sem forseti Íslands. Forseti Íslands verður alltaf að hafa heildarhagsmuni þjóðarinnar í huga. Og ef að forsetinn á þessu tíma mata svo að samningurinn væri svo íþyngjandi fyrir íslenska þjóð og íslenska almenning svo íþyngjandi að það myndi valda verulegum skaða næstu áratugi, þá myndi ég segja ef fórseti matstöðuna þannig þá varð hann að vísa málunum til þjóðarinnar til loka afgreiðslu. Hann var kannski ekki beint að segja hvað þjóðin ætti að gera af eða á, hann var þess að segja ef að þjóðin ætlar að taka á sig þessar miklu byrðar þá verður hún að ákveða það, ekki þingheimur. Já, hún verður að samþykja það sjálf og þess vegna fannst mér raunar við rétt hjá Ólafi Ragnari og ég á alla tíð á því að Ólafur Ragnar hafði fulla rétt og bara rétt hjá honum að vísa báðum málunum til þjóðarinnar út frá þessu að þjóðin verður sjálf að ákveða hvort hann ætlar að taka þá áhættu að leggja á þessar byrðar á sig. Það er mér mikilvægt án þess að taka formulega afstöðu til þess. Þannig að þetta stendur forsetinn á verði og vísar málunum til þjóðarinnar og hún bara metur það síðan sjálf.